Já, áframhöldum við með upplýsingaþátt viðbrögð við COVID-19 veirunni. Hildi Gunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunnar við sjúkrahúsið á Akureyri, velkomin. Já, takk fyrir. Það einn núna smitaður á Akureyri og rúmlega 8-10 í sóttkví á Akureyri. Það passar, það eru tölurnar sem við höfum í dag og við fylgjumst reglulega með þessu dag frá degi og eiginlega nánast allan sólarhringinn. Hversu mikið álag á sjúkrahúsinu á Akureyri núna? Það mjög mikið álag á sjúkrahúsinu. Vegna þess að við erum náttúrulega að vinna í því að bara uppfæra okkar viðbragðsáætlanir og fara í gegnum það hvernig við bregðumst við. Fyrst og fremst náttúrulega gengur þetta út á það líka að verja okkar heilbrigðisstarfsfólk þannig að heilbrigðiskerfið sé í stakk búið til að takast á við mjög veika sjúklinga þegar og ef að því kemur. Þannig að það eiginlega vinnan í gangi hjá okkur að hver og ein eining að uppfæra svona sínar viðbragðsáætlanir. En þeir sem að finna fyrir einhverjum einkennum eða óttast smit, hvað eiga þeir að gera? Sko þeir sem finna fyrir einkennum og þá erum við náttúrulega fyrst og fremst að tala þetta séu tiltölulega flensu líka einkenni, hiti, hósti, bein og vöðvaverkir að hafi þeir einhverjar áhyggjur að þá þeim bent á að hafa samband við síma 1700 eða heilsugæsluna á sínu svæði eða í gegnum þessa gátt á heilsuveru.is. Þannig að það ekki sem sagt að rjúka upp á sjúkrahús? Bara alls ekki að rjúka upp á sjúkrahús eða á heilsugæsluna og hafa samband við þessa aðila fyrst til þess að fá leiðbeiningar það hvort eigi eða hvað hreinlega eigi að gera. Við viljum helst forða því að hafa þessa einstaklinga, grunaða eða smitaða eða veika komandi inn á sjúkrahúsinu í brýnustu nauðsyn. Hvernig eru þessi einkenni? Það kannski ekki allir með það á hreinu. Þetta eru bara mjög flensu líka einkenni og það náttúrulega margir sem eru svolítið órólegir vegna þessa og eru farin að túlka svona bara kvef einkenni sem jafnvel einkenni. Við getum mjög lítið sagt það. Fólk verður eiginlega bara að höfða til eigin skynsemi og náttúrulega horfa á alla mynd og fá ráðleggingar frá þessum sérhæfðu starfsfólki sem að veitir allar leiðbeiningar hvað þetta varðar. En svona almenn ráð til fólks, til almennings, hvernig það á að haga sínu daglega lífi? Já, sko fyrst og fremst náttúrulega erum við raunverulega að efla geysilega smitvarnir og þá við okkur öll, ekki bara á sjúkrahúsum með heilbrigðisstofnunum, þvo hendur ekstra vel og tala í raunverulega alltaf 20 sekúndur, spritta líka og til þess að efla þetta ennþá frekar. Náttúrulega passa sig á að hóstaða hnerri ekki framan í annan og hósti í olnbogabótina frekar heldur en út í loftið eða í lóan á sér. Alls ekki vera að snerta andlitið á sér sem minnst vegna þess að þetta svokallað dropasmit þannig að sé þetta á höndunum á þér þá auðveldara að smita það með einhverjum öðrum leiðum. Ekstra þrif á heimilunum varðandi snertifleti. En hvaða áhrif hefur þetta á starfsemi heilbrigðisstofnana? Liggur það ekki svona í augum uppi að þið þurfa að kasta einhverju frá ykkur? Jú, mjög miklu og þetta náttúrulega eins og ég segja, áherslunni í dag bara hvernig við ætlum að bregðast við og hluti af þeim áherslunum náttúrulega að horfa í hvað getur beðið. Þannig að það þegar fara að hafa þau áhrif að við erum farin að óska eftir því að það sem á bíða, það bíði og við gerum bara það sem nauðsynlegt þykir. Svokallaða valstarfsemi, það farið að minnka að gera það og mun minnka eftir því sem á líður og við erum þegar farin að sjá áhrifin af því. Og þetta náttúrulega áhrifin verða alltaf meira og meira þegar fólk fyrir líka að fara í sóttkví, þá snertir þetta heilbrigðisstarfsmenn sem aðra og það fyrir líka að hafa ákveðnar afleiðingar inn á stofnanir þegar við getum ekki fengið fólk til vinnu og það líka segir sig bara sjálft að þá þurfum við að skera niður starfsemi. En vinnustaðir, hvað eiga þeir að gera svona í grunninn? Það bara sama og ég sagði áðan, það náttúrulega bara við hafa þessar smitvarnir og fara eftir því sem sóttvarnalæknir og heilbrigðisyfirvöld leggja til. Og ég held að gera við það, þá náum við tiltölulega langt og ég tek undir bara það sem verið að gera á landsvísu að við séum á réttri leið þar. En hugsanlegt svona að landsbyggðirnar að þær lendi svona í einhverju svona seinni bylgju? Já, nú veit maður ekki hvað segir, þetta má náttúrulega kannski horfa til eins og hér var í gamla daga þar sem voru ákveðin og það til ákveðin sóttvarnar umdæmi hér í landinu, það erfitt fyrir maður að segja. Margir hafa svona slegið í fram sem ákveðinu gríni dagsins hvort að höfuðborgarsvæði sé ekki orðið ákveðið áhættusvæði. Því við náttúrulega okkur uppálagt að náttúrulega horfa til áhættusvæða þegar við erum að meta hvort það sé grunur eða möguleiki á smiti. En það ekki búið að gefa neitt slíkt út, þannig ég veit það ekki. Ég held að sé allt svolítið óljóst í þessu eins og komið hefur fram undanfarna daga. Og þið sem sagt uppfærið ykkar kerfi reglulega og ætlið að bregðast við eins og þið mögulega getið best. Já, og við erum bara með fólk að störfum sem vinnur raunverulega eingöngu að þessu að vinna að viðbragðsáætlun og náttúrulega allt starfsfólkið undir en það sem var ákveðið í gær geti breyst á morgun.
Hvernig svona vinnuandinn á sjúkrahúsinu á Akureyri til dæmis? Þetta þannig að það eru allir að leggjast á eitt? Það eru allir að leggjast á eitt og það eins og hefur bara komið fram í öllum fjölmiðlum að það er eins og bara öll krísa sem við lendum í, hún þjappar fólki saman og það eru allir að skilja þessar aðstæður og það eru allir að átta sig á því við þurfum öll að taka höndum saman og gera þetta. Burtséð frá því í rauninu til dæmis á hvaða einingu þú vinnur, þá bara þurfum við öll að vinna saman og það er mikill skilningur fyrir því og fyrir það erum við náttúrulega alveg óskaplega þakklátt og stolt. Hildigunnur Svavarsdóttir hjá sjúkrahúsinu á Akureyri, þakka þér fyrir